Jú, ekki nóg. Já, það sem ég ætla að segja núna, til að byrja með, að byrja ykkur að klappa fyrir Helgu og hennar aðstofafólki til að koma þessu á. Fyrir okkur áður og gestur. Þetta þorrablót er pínlítið öðruvísi en önnur þorrablót, þar sem kosin er þorrablótsnefnd og hún hefur heilt ár til þess að undirbúa sprellið sem gengur náttúrulega út af því að gera grín hver af öðrum, en þetta er gert í sveitinni. Og fyrsta þorrablót sem ég fór á, það var på Söðurkróki á 12 ára, þar var hérna maturinn í trógum og það var bæði ungir og gamlir sem voru þarna og kallarnir voru allir með pela svona alveg undir kjötunni þannig að það sást ekki bara stundum rétt af mér. En það var rosalega gaman að þessu. Síðan hef ég alltaf verið voðalega hrifinn að fara á þorrablót. En Helga er svo sniðug, hún segir bara við þennan eða hinn, vilt þú ekki gera þetta? Já, jú, þessi getur mér ekki skorast núna, því þetta er sko þannig samkvæmna. Ef einhver getur gert eitthvað, þá bara láta hann gera það. Og ég sagði já strax, ég var bara með í huga saga sem ég las Bjartdýr sem hafði verið á hérna Lágheiði. Fólk var að ferðast og Bjartdýr snéðandi við og náði kallinu þegar kallinu var búinn að leggja frá sér staf sem það gekk. Ég man ekki hversu sögur sko. En nú er komið gervigrind, svo ég var að fletta gömlum bókum og svona og fann ekki neitt. Og ég fór í gervigrindina og nú skildi ég að finna sögur. Hafði ég ekki skrifað Lágheiði vitlaust. Það skrifaði Lagheiði. En svo kemur bara texti frá hérna gervigrindinni sem að ég bara ákvað að lesa fyrir. Ég fékk allt annað viðhorf sjálfur til Bjartdýra þegar ég var búinn að lesa stuttugrein. En hún hljóðar svona. Það er sagt að það kæmi norðan úr ísþokunni. Þar sem að skuggarnir eru eldri en menn og spor hverfa jafnóðum og þau verða til. Bjartdýrið var ekki eins og önnur dýr. Heldur þess var gráhvítur eins og vetur sem neitar að hörfa og augun dökk og djúp líkt á vötn sem geyma minningar landsins. Fyrst tóku menn eftir því að sauðirnir hurfu ekki, heldur fundu seinna óskaddaðir, kyrrir og rólegir eins og þeir hefðu verið vaknaðir nóttina. Svo þagnaði refurinn og rjúpan flaug lægra. Hundar vildu ekki fara lengra en að vörðinni við jaðarinn á heiðinni, þar sem að steinninn var sprunginn í kross. Gamli Þorsteinn á bænum undir heiðinni hugðist hafa séð dýrið í rökkrinu. Hann sagði að hann hefði staðið á hæðinni, snúið í vestur og hlustað. Eftir á mennina heldur á landið sjálf. Það er ekki að leita bráð, sagði hann, það er að gæta. Eitt höstkvöld skall á stormur svo skyndilega að féð náði ekki skjól. Menn óttuðust hið versta, en morguninn var allt féð safnað saman í laut. Farið fyrir vindinum, í kringum lautina lágu djúp og stór spor og þung, en þau lágu frá fénu, en ekki aðrir. Eftir það var Lagheiði, ekki lengur bara heiði, hún var mörk. Menn fóru með virðingu og töluðu lágt og skildu eftir brauðbita eða fiskbein á steininni, ekki sem fórn, heldur sem þögn. Þegar túnið var fullt og snjórinn lýsir landi blátt, segja sumir enn megi sjá Bjartdýrið á hæðinni, kyrrt, vaktandi hluta sjálfri. Ég ætla að lesa meira fyrir ykkur. Þetta var svona alvarlegt.